nefndi það hérna upp á steinindi að stóra samhengið okkar í dag samræming og við þurfum ekki bara að samræma okkar aðgerðir hér innanlands, við erum náttúrulega hluti af alþjóðlegu umhverfi og þess vegna mjög gaman að fá að kynna næsta erindi sem mjög metnaðarfullt þar sem við fáum að kynnast uppbyggingarverkefni í Úkraínu. Erindi nefnist Virtual Design and Construction in Ukraine and Rebuild Ukraine og hún að koma sér fyrir hérna í pontu. Hún VDC mentor og hluti af þessu Stanford Ukraine VDC verkefni og mér sýnist þetta allt saman vera að smella hér af því að við erum einmitt að koma sér í samband við Úkraínu sem að næsti fyrirlesari mun kynna betur fyrir okkur hér og þegar hún tilbúin þá segja við gefum henni aftur gott klapp. Erum við tilbúin að setja þetta af stað? Gefið henni gott klapp. Það Katrín Jóhannesdóttir. Gjörðu svo vel. Takk. Við munum trúlega öll eftir þessum degi þegar innrásin hefst í Úkraínu. 24. febrúar 2022 og það 4 ár síðan. Við séum fyllt á myndum og þessi hefur svona pínu symbolisk, þetta barnaspítali sem sprengtur í loft upp hérna í júní sama ár. Svo verður maður bara svona, eftir smá tíma hættir maður að sjá myndirnar og veit ekki hvað að gerast þarna. Það til svona monitor sem sýnir hvar hérna, við getið séð þarna öðrum megin, þar sjáum við í rauninni hversu margar árásir hafa verið á byggingar sem eftir infrastruktúr, hvað varðar menntastofnanir, heilbrigðiskerfið, orku, ver. Svo sjáum við hérna til hliðar líka hægra megin hvernig þessar árásir voru gerðar og þar sjáum við einmitt að mjög margar þeirra voru gerðar með drónum. Og það var í 2006, þá ég að læra á Spáni, fyrir til Spáni að læra landmælingar og við byrjum að þróa dróna, eða semst ekki þróa dróna, við byrjum ekki með vinnsluna við drónuna. Byrjum að setja myndavélar upp í blöðrur, heliumblöðrur og fljúga yfir, gera myndir og búa til þrívídar módel af öllu dótinu. Finna algoritma og allt geta búið til línur og við vorum bara coolest í heimi, sko. Þetta var ótrúlega gaman. Svo í 2016, þá allir komnir með þarna DJ, dróna og við fengum þetta jólagjöf og allt svoleiðis. Og 2026, þá þetta 3. heimsstyrjöldin sem stýrt meira og minna af drónum. Þannig að tæknin tvíeggjað sverð. Ég Katrín Jóhannesdóttir, ég vinn lengi unnið fyrir Stanford University sem mentor fyrir VDC sem Virtual Design and Construction. Vinn svo hérna á Íslandi til að hafa salt í grautinn og selja ráðgjafatíma svona inn á milli. Ég geti bara unnið sjálfboðavinnu í Úkraínu. Unnið lengi sem mentor, byrjaði með þetta 2019, verið mest allavega mína tíð í Noregi, þar sem við höfum sett upp þessa Virtual Design and Construction með Stanford námskeið og búið til þetta nettverk sem heitir. Úr þessum hóp, þetta gríðarlega stórt nettverk, settum við saman hóp sem sem mentorar í Úkraínu. Þið sjáu hérna hana Oleksandru, hún frá Úkraínu, hún sem hérna upp í horninu til vinstri. Rosalega munur hafa eitt sem talar úkraínsku. Þið sjáu hérna hann Dean Reed, hann frá Bandaríkjunum og hann svona einn af þessum kom þessu námskeið af stað. Þið sjáu hann Alvaro, hann frá Perú og stúdent í Stanford University og Evelyn, hún í Sviss. Við hittumst öll hérna í Perú núna fyrir páska og þá var þetta mentortím allt saman. Og svo spilum við inn mentora sem aðstoða okkur við þetta námskeið eftir því sem þarf. Það ár síðan, þá gerði Stanford og Dobrobat gerði samning þetta námskeið og við komum svo inn sem mentorar og aðstofum við það, en þið sjáu hérna prófessorinn Martin Fisher sem hefur stýrt þessu frá Stanford. Byrjum námskeiðið í október núna bara í ár og þetta tekur yfirleitt, venjan að þetta námskeið svona
Þetta sertifisering er 10 mánuðir en við höfum þurft að seinka á svona út af bara aðstæðum, þá kláruðu það vonandi í haust. Við erum með 40 nemendur sem að gera þá verkefni og nemendunir, ég get eiginlega varla að kalla þetta nemendur, af því að þetta eru allt project managers eða design managers sem að vinna á verkefnum. Maður þarf að hafa minnst 10 ára reynslu til að komast inn á námskeið og þeir taka mikið á námskeiðum með og svo fylgjum við verkefnum þeirra eftir og þeir senda skýrslur úr verkefnunum. Þessi hérna, Alexander, hann er einn af mínum nemendum og hann er líka túlkurinn minn. Þannig að það er mjög gott að hafa hann. Eitt af vandamálum sem hefur verið þarna hvað varðar BIM, það er að í öllu verkefnum þá er alltaf að tala BIM-guttan eða það er alltaf þessi nördið sem er með BIM-ið. Þetta eru rosalega oft karlmenn á aldrinum 18 til 25 ára til 30 sem eru þessir nördar sem liggja yfir þessu. Stelpur líka, ég hef samt alltaf verið BIM-guttin. Í stríðsaðstæðum þá er þessi hópur bara burtu. Hann er bara út í stríði og þau hafa ekkert fólk sem getur unnið í rauninni sem hefur þessa, ég vil ekki segja eiginleika, það getur náttúrulega allir svo sem haft það, ég ætla ekki að tengja þetta endilega aldrei, en þessa sem kannski mest liggja yfir þessu. Þannig að það hefur verið eitt af málunum. Hann hérna, Úle, annar af mínum nemendum, verkefni hans, hann er verkefnastjórið þarna á þessu verkefni. Þetta er Underground Kindergarten, það sést þarna, sem hann er að byggja og máli er sem sagt að það hefur ekki verið skóli, náttúrulega skólakerfi lengi, þarna operatíft og þeir eru að byggja kindergarten í bænum af því að þeir vilja að fólk halda áfram að búa þarna. En þú getur ekki búið fólki upp á að senda krakkana sína í leikskóla eða skóla sem er verið að ráðast á eins og við sáum þarna á mónitornum. Hans objektiv þegar hann verið að hanna, það var í rauninni, þið sjáu hérna göngin niður í undergroundin. Það er hversu mörgum krökkum hann kemur, hversu hratt hann kemur þeim niður og hversu lengi hann getur haft þau niður í þessu virki. Þeir eru með líka að utan, hérna sjáu þið þar sem er inngangur utan, en þeir verða náttúrulega að loka honum ef það eru komnir á margir. En þeir geta þá hleypt inn fleira fólki. Volodymyr, það er ástæða fyrir sín ekki hans verkefni, hann vinnur með orku, mannvirki og staðsetning og allt svoleiðis út á drónum og það má ekki sýna. Hann hefur verið alveg magnaður í að taka inn BIM og taka inn simuleringar og allt svoleiðis. Hann er farin að vinna rosalega svona lean-based við allar uppsetningar og það eru mjög gaman að fylgja honum eftir. Það eru með nokkrar áskoranir í þessu sem hafa verið og eitt af þeim hefur verið timezone eða tímabil. Að vera að vinna í Bandaríkjunum, Íslandi, Noregi, Úkraína er klukkutíma undan Evrópu og Perú. Það er ekkert margir tímapunktar sem við getum hist á og haft tíma. Það er mjög oft sem að það kemur alveg fyrir að ég situr með nótt og er á fundum og eitthvað svona. Tungumálið, ég næ ekki einu svona að bera fram nöfnin. Ég þurfti að biðja á Zoominu að setja nöfninin. En ég er búin að læra mikið, en þetta er, og við erum með túlk og svo notum við það sem hægt er á Zoom með að þýða og svoleiðis til að ná þessu. En maður þarf að vera svolítið flexible til að þetta gangi upp. Eins með rafmagn og internet. Það hafa verið fundir þar sem að, þarna sjáið þið Dimitró, þar sem að rafmagni hefur dottið út af því að það bara er mjög takmarkað rafmagnan oft og oft er það skammtað í 4 tíma og svo er rafmagn af í 4 tíma þannig að þau geti hitta húsin. En á fundum og svona þá stundum verður skjárinn bara svartur, svo heyrir þau áfram tala, svo eru þau með svona lukt við hliðina á. Þannig að þau geti keyrt á 4G, þannig að neti fer ekki út og svo bara passa á batteri á tölvunni. Þannig að þetta verða stundum ótrúlega sérstakar aðstæður sem að eru. Ég ætla að, ég tók aðeins í gegnum stafrænu þekkingu og reynslu, en af því að hann er með mér, Dimitró, þetta er svona plan B ef það gengur ekki að hringja inn, þannig ég ætla ekki að fara eitthvað svona náið í það, að hvað það er, en bara aðeins með að það sem við erum að gera, við erum að taka allt sem við gert í Noregi, þetta er verkefni sem var á 2012
og við erum að taka alla þessa þekkingu í rauninni og yfirfæra til þeirra eins mikið og við getum. Við erum að reyna að taka þá staðla sem við erum með í MMI og AFTC og BIM og svona og það líka til mikið á opinberum gögnum hana sem við reynum að leyfa þeim að njóta góðs af. Þetta erfitt að byrja með stafræna innleiðingu þegar að þú hefur aldrei gert þetta áður í landi sem var ekkert tilbúið fyrir þetta. En við erum alveg viss það að þau eiga eftir að byggja svo gríðarlega mikið upp núna að þetta mun hjálpa þeim svo mikið við að byggja hratt og örugglega og koordinera verkefnin og þetta kemur líka til að hjálpa Evrópu með að hjálpa þeim. Við erum með mikið, já, fyrir þarna sem við deilum mikið best praxis, þannig ég nýti VTC-netverkið. Við erum mikið með workshop online til aðstoðu við planleggingu og eins og áðan var ICE sem Integrated Concurrent Engineering. Þetta ekki ICE sem í Bandaríkjunum núna. Við höfum fengið opinbera aðila sem eru mjög góður, það komið mikið svona database management og database decision making og við höfum fengið aðstöðu sem stað yfirfæra verkefni yfir og sýna þeim bara hvernig svona best praxis virkar því þeir þurfa að geta unnið þetta mjög hratt og örugglega. Nú langar mig að athuga hvort að Zoom alltaf gaman að prófa svona tækni. Hey Dimitro. Can you hear me? Hello, Catherine. Hello, everyone. Yes. Can I start? Yes, I can. You just Yes, tell me I to hear. click. Yes, this is Dimitro, and you maybe start introducing yourself. Yes, of course. My name is Dmitro Prishupa. I'm a construction project manager in a non-government organization Dobrobat. Dobrobat is a volunteer construction battalion. Our organization started own activity after Russian full-scale invasion in 2022. And we can start our short presentation and I tell you how it was. In the first slide, you can see the village of Yagidne. It's a Chernigiv region. These pictures were made after liberation of this territory. It's this region close to Kyiv region, and you can see destroyed houses, ruined walls, collapsed roofs, shattered windows, and in the middle of all this, abandoned Russian military equipment standing right in the yards of residential homes. This is a picture Ukrainian soldiers saw when on March 30, 2022, they entered to liberated village of Yagidne in Chernihiv region. And a few hundreds meters away, in the basement of a local school, there were 367 people. They had spent 28 days there with no proper air, no medical care, no space. Half a meter per person. That is all the army left them. The same army that was convinced it would take Kyiv in 3 days. There were infants in the basement. There were people, 90 people slept sitting up, learning against one another. Unfortunately, 11 people died in the basement. 10 more residents were shot right there in the village. Next slide, please. The second slide demonstrates how Dobrobat recovered this village. The destruction left once, but after the liberation, help came to the village and the houses began to be rebuilt. Today, Yagidne is alive again. On the second slide, we see different picture restored houses, roofs and streets. We appreciate for the American support partners, government of Latvia, for recovering this village and buildings of Ukrainians. Next slide, please.
As I mentioned, Dobrobat is a volunteer construction battalion. When it comes to rebuilding destroyed buildings, volunteer construction battalion Dobrobat plays a major role. Our task is rapid, practical restoration of damaged housing. We provide concrete help, clearing rubble, repairing roofs, installing windows, strengthening walls, and giving homes at least a basic level of safety so that people don't have to leave their native places. Next slide, please. Today, we work in 40 regions of Ukraine. People come to places where help is needed here and now. People of different professions and from different regions come to affected towns and villages, and together they take on the work of restoring homes. Next slide, please. Since its creation, Dobrobat has brought together more than 54,000 volunteers, restored more than 10,000 private homes, and helped restore over 120 social infrastructure facilities, schools, shelters, kindergartens, and medical institutions. We have also organized the removal and disposal of 20,000 tons of construction debris, installed 20,000 windows, and repaired 10,000 roofs. Dobrobat has worked in more than 150 communities. And among our volunteers are people from 28 countries, including the United States, a lot of European countries, people who stand shoulder to shoulder with us and work with their hands in the field at cities of destruction and whenever help is needed. Next slide, please. We use a rapid recovery approach. For me, this term is very precise. It conveys both the practical work and the philosophy of Dobrobat. We begin to act in the conditions that exist on the ground in order to return basic safety, livable housing, and a sense of dignity to people as quickly as possible. A repaired window and strengthened roof, a restored school or outpatient clinic, all of this sends people an important signal. Life continues, the community remains nearby, and the future is still possible in the place where a person lived before the war. The most important thing is that a person gets a chance to stay at home. They receive support where they are. People appear nearby who are ready to help and go through this difficult period with them. Next slide, please. Dobrobat has a lot of partners from business, from different organizations, donors, foreign donors, and we really appreciate their support. Together we made much more. Thank you, all of them. Next slide, please. As Catherine mentioned, Dobrobat started studying in Stanford University. We were fortunate to reach an agreement with Stanford for specialists from Ukraine to take a part in the virtual design and construction program. We began our studies in October of last year and will complete the program at the end of July this year. Our first group traveled to United States and at the end of March, and the second group will definitely travel there in July this year. We were pleasantly surprised by the hospitality. Professor Martin Fisher did everything possible so that we could visit not only Google, but also other major companies. When the war ends, our students will certainly help our homeland rebuild different kind of infrastructure. Next slide, please.
There are people from different countries who came to help Ukrainians in place of destruction. They are convinced that volunteering changes the way people look at values, and that doing good is easier when people do it together. Next slide, please. Success is a team sport. To finance projects and then implement them, all participants need detailed and well-planned cooperation. Business brings funding, materials, and professional expertise. The state is responsible for rules, coordination, and work with local authorities. Civil society connects community trust, volunteer networks, and practical work on the ground. International foundations help scale recovery through grants, funding, and transparent reporting. Next slide, please. And our slogan, fighting together, rebuilding together, it's very important for us because we know that the war unfortunately still continues, and we support our people. Thank you for your attention. That's all.